7 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Suður Kóreu eftir að 179 fórust í mannskæðasta flugslysi í sögu landsins. 2 flugþjónar sem sátu aftast í vélinni komust lífs af. Íslenskur hjartaskurðlæknir sem hlúði að fórnarlömbum árásarinnar í Magdeburg fyrir rúmri viku segist ekki skilja hvernig svo margir gátu særst. Verst hafi verið hversu mörg börn voru þar á meðal. Kona sem fædd og uppalin í Grindavík segist enn vera að bíða eftir því að fá hið raunverulega áfall eftir hamfarirnar í bænum. Móðir hennar segir að sér líði eins og hún eigi hvergi heima. Hér mikil kvíðaspenna, segir kaupmaður í Kolaportinu. Unnið að því að tryggja reksturinn næsta mánuðinn en svo tekur óvissan við. Kaupmenn segja að það fara illa með fólk að fá ekki svör. Gleðin skein úr andlitum skíðafólks í Bláfjöllum í dag í nær fullkomnum aðstæðum. Það skemmtilegast að fara hratt, sögðu börnin. Gott kvöld. Aðeins 2 komust lífs af þegar farþegaflugvél brotlenti á alþjóðaflugvellinum í Muan í Suður Kóreu í morgun. Flugslysið það mannskæðasta sem hefur orðið í landinu. Allir 175 farþegar flugvélarinnar fórust í slysinu og 4 úr áhöfn. 2 flugþjónar sem sátu aftast í vélinni komust lífs af. Flugvélin var af gerðinni Boeing 737-800 frá suður-kóreska flugfélaginu Jeju. Hún var á leið frá Bangkok í Tælandi til Muan í Suður Kóreu. 2 farþeganna voru tælenskir en allir hinir frá Suður Kóreu. Framkvæmdastjóri flugfélagsins sagðist miður sín og sagðist bera fulla ábyrgð burt séð frá því hvað olli slysinu. 먼저 제주항공을 아껴주시는 모든 분들께 머리 숙여 사과의 말씀을 드립니다. 무엇보다 이번 사고로 인해서 유명을 달리하신 탑승객분들과 유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 올립니다. Orsök slysins hefur ekki fengist staðfest. Möguleiki á að mikið fuglager við flugvöllin hafi haft einhver áhrif. Flugumferðarstjórar vöruðu flugstjóra vélarinnar við skömmu fyrir lendingu. Nokkru síðar barst neyðarkall frá vélinni. Á myndbandi af slysinu að dæma virðist hjólabúnaður vélarinnar ekki hafa farið niður fyrir lendinguna. Svörtu kassarnir sem geyma gögn úr flugrita og samskipti flugmanna eru fundnir. Kassinn með gögnum úr flugrita skemmdist í slysinu og geti tekið allt að mánuð að greina gögn úr honum, segja yfirvöld. Flugvöllurinn verður lokaður þar til á nýársdags morgun. Sitjandi forseti Suður Kóreu lýsti yfir 7 daga þjóðarsorg vegna slysins. Íslenskur hjartaskurðlæknir í Magdeburg sem sinnti slösuðum eftir árásina á jólamarkaðinn fyrir rúmri viku segir mikla reiði í garð útlendinga. 20 útlenskir læknar á einu sjúkrahúsinu hafi hins vegar sinnt hinum slösuðu og að án þeirra hefði ekki verið hægt að bjarga þeim. 5 létust í árásinni. Árásin á jólamarkaðinn í miðborg Magdeburgar sú mannskæðasta í borginni síðan sprengjum rigndi þar yfir í síðari heimsstyrjöldinni 1945. Maður vildi ekki skilja það hvernig það er hægt að einn bíll geti slasað yfir 200 manns. Í sjálfu sér voru 235 sem slösuðust á 3 mínútum út af þessum einum bílstjóra sem keyrði þarna í gegnum allt. Háskólasjúkrahúsið í borgin það stærsta í norðurhluta Saxlands. Þar hefur Henning Busk starfað sem hjartaskurðlæknir í nokkra áratugi en hann flutti frá Íslandi í læknanám til Þýskalands á 9. áratug síðustu aldar. Henning var við það að ljúka bráðaskurðaðgerð þegar ósköpin dundu yfir. Það hafa aldrei komið svona margir og það sem versta var að það kom óla mikil ung börn eða unglingar sem maður ekki vanur. Þegar maður sér ykkur í slysum þá svona yfirleitt mikið af eldra fólki. Þetta voru allt brot en ekki svo slæm brot að maður þurfti að fara í aðgerð. En svo komu þyngri tilfellin seinna og það var mjög hræðilegt að sjá hvað þau voru illa farin. Það voru 12 inn á gjörgæslu hjá okkur, virkilega illa haldnir í 4-5 daga. Og á öðrum spítölum sem það voru líka svona 12-13 annar staðar
hérna í borginni og svo var hellingaliði sem var líka, sjúklingum sem var flogið burt á aðra staði sko, með þyrlu. Magdeburg höfuðborgin í Saxlandi 150 km vestur af Berlín og þar búa 240.000 manns. Þetta fór út illa með alla að þetta gerist inn á svona litlum bæ, sko. Þetta eins og þetta myndi gerast í Reykjavík, einhvers staðar. Hann keyrir þarna beint inn í hjarta borgarinnar, sko. Og fólk fer þarna niður í bæ með blóm eða gæludýr, mikil sorg og mikil reiði. Það fólk, sko, hvernig getur þetta gerst og allir þessi útlendingar og þetta bara út af því við höfum svo mikið af útlendingum sem þetta gerist, þetta svona grunntón. En til þess á einum spítalunum voru yfir 20 læknar frá 20 mismunandi löndum sem sáu að sinna þessu fólki og ef við hefðum ekki haft þessa í sjálf þessu útlendinga þá hefðum við ekkert getað bjargað þessu fólki. Þess vegna við þurfum á þessu fólki að halda. Mér finnst ég eiga hvergi heima, segir kona sem hefur búið í Grindavík nánast alla ævi. Dóttir konunnar bíður enn eftir því sem hún kallar raunverulega áfallið eftir hamfarirnar í bænum. Rétt rúmt ár síðan ákvörðun var tekin að rýma Grindavík í aðgerðum sem eiga sér engin fordæmi hér á landi. Þúsundir Grindvíkinga hafa flúið heimili sín í bænum og dreifst allt land. Í fréttaskýringaþættinum Kveik, sem á óvenjulegum tíma í kvöld, fylgjum við stórfjölskyldu frá Grindavík í gegnum þetta örlagaríka ár sem liðið frá rýmingu. Í þættinum sjáum við meðal annars fjölskylduna kveðja ættaróðalið sem hefur verið í eigu hennar frá 1982. Þetta ekki skrítið? Kveðja á æsku staðinn? Jú, það frekar dapurt. Það mjög súrrealist, getum orðað þannig. Maður dettur svona niður í að hugsa bara hvenær kemur þetta raunverulega áfall sem tekur mann algjörlega bara niður í sko dýpsta svarthólið sko. Af því að, þú veist, Grindavík manni svo kær og maður náttúrulega bara alinn upp þarna, þú veist, maður búið náttúrulega ævi, maður sá fyrir sér einhvern veginn að ala börnin sín þarna upp. Og ég ekkert sátt. Mér finnst hvergi eiga heima. Þá svo komin í fínt húsnæði í Sandgerði og þá einhvern veginn finn ég ekki. Ég á heima hér. Kveikur á dagskrá klukkan 7:10 í kvöld. 100 bandarískra hermanna sinna víðtæku eftirliti með kafbátum á gríðarstóru svæði, gert út frá Keflavík þar sem hermennirnir dvelja. Þátttaka Íslands í starfi NATO hefur verið aukin mikið að undanförnum til að mynda í höfuðstöðvum og herstjórnum, yfirherstjórn, flotaherstjórn og svæðisherstjórn. 200–300 bandarískir hermenn úr flug- og sjóherdeldum dvelja nú í Keflavík og sinna kafbátaeftirliti sem nær yfir allt Norður-Atlantshafið og langt suður á bóginn, Barentshaf og Eystrasalt. Bandaríski herinn stendur alfarið straum af kostnaði við verkefnið sem hefur vaxið mikið á síðustu misserum. Það viðvera hér, sem sagt breytileg viðvera eftir því hvert verkefnið Þeir koma og fara bara eftir því hvernig umfang þeirra verkefna Áherslan fyrst og fremst á kafbátaleit, hvað var að viðveruna, bæði flugvélar og liðsafli sem fylgir flugvélunum og hér í alltaf 6 mánuði, svo kemur ný áhöfn og nýjar flugvélar. Kafbátaleitarvélarnar mismargar, sjaldnast færri en 4 og mest hafa þær verið 10 talsins. Í þessum boxum hér eru baugjur en þeim varpað úr kafbátaleitarflugvélunum og ofan í hafið þar sem þeim ætlað að nema hljóð frá kafbátunum og auðvelda leitina. Við getum fylgst með því hvar kafbátarnir að ferðast eða Bandaríkin getur fylgst með því og viðhaldi eftirliti sem skiptir máli fyrir öryggi okkar og öryggi okkar grannríkja. Þannig að þær upplýsingar eru svo notaðar þegar verið að fylgjast með þessum kafbátum. Hverju hefur þetta eftirlit skilað? Hafið orðið vör við meiri umferð rússneskra kafbáta? Það sem skiptir máli fyrir okkur að fylgjast með hvað þeir eru að gera og hvar þeir eru í svæðinu kringum okkur og það það sem þessar vélar gera, þær vakta það
og náttúrulega passa líka upp á það að þeir geti ekki farið hér hafsvæðið eftirlitslaust. Það stríð í Evrópu og það mjög mikilvægt að viðbregðumst við líka, bara eins og öll bandalagsríkin að gera. Viðbúnaðurinn hér bara eðlilegt viðbragð við því ástandi og það mikilvægt að íslensk stjórnvöld í samvinnu við sína bandamenn séu með það sem þarf til að bregðast við ef svo ólíklega vill til að eitthvað gerist hér. Þúsundir komu saman í miðborg Tbilisi í Georgíu í morgun þegar nýr forseti var settur í embætti. Fráfarandi forseti segist eini réttkjörni forseti landsins. Mikill fjöldi kom saman við þinghús Georgíu til að mótmæla innsetningu nýja forsetans Mikhail Kavelashvili og hafði lögregla afskipti af mótmælendum. მე როცა მოვედი უკვე აქ ჩოჩქოლი მიმდინარეობდა და რაც დავინახე ძირითადად ახალგაზრდა გოგონებს იჭერდნენ და საკმაოდ დიდი ძალადობა მიმდინარეობდა ამ ახალგაზრდა გოგონების მიმართ. გოგონები და ქალები ძირითადი სამიზნე ობიექტი იყო, რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით მანამდე უკვე ის ბიჭები დაჭერილი ყავდათ, ვისთანაც ალბათ პატარა დაუმორჩილებლობა იყო. მაგრამ ის რაც ხდება პოლიციის მხრიდან ეს არ არის სამართლიანი და ადგილი აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევას საქმე. Kavelashvili verulega umdeildur. Hann dyggur stuðningsmaður stjórnarflokksins Georgíska draumsins, en flokkurinn talinn hafa hagrætt kosningaúrslitunum honum í hag. Í fyrsta sinn fór innsetning forseta fram á bak við luktar dyr í Georgíska þinginu og engum erlendum erindrekum var boðið til athafnarinnar. Იმის მიუხედავად, ვის მოვწონვარ და ვის არა, ჩემი მომავალი ძალისხმევა მიმართული იქნება საზოგადოების კონსოლიდაციის და გაერთიანებისკენ. მიუხედავად იმისა, ვის რა შეხედულებები აქვს ამა თუ იმ საკითხზე. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ გაერთიანება, ჩვენი სამშობლოს, ღირებულებებისა და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული წესების გარშემო. მომავლის გარშემო, რომლის შენებაც ჩვენ ერთად უნდა განვაგრძოთ. Við forsetahöllina var líka fjölmennt þar sem hópur fólks hylti fráfarandi forseta, Salome Zurabishvili. Stuðningsmenn hennar líta svo á að georgíski draumurinn sé að draga taum rússneskra stjórnvalda. Zurabishvili ávarpaði fjöldan og sagðist vera eini réttkjörni forseti þjóðarinnar. ეს შენობა იყო სიმბოლო, სანამ აქ იჯდა პრეზიდენტი, რომელიც იყო ლეგიტიმური. მე ჩემთან ერთად მიმაქვს ლეგიტიმურობა. ჩემთან ერთად მიმაქვს დროშა. ჩემთან ერთად მიმაქვს ის, რაც არის თქვენი ნდობა. Við fáum engin svör, segja rekstrar aðilar í Kolaportinu framtíð þess. Kaupmenn óttast að því verði lokað áramótin, en borgin segir unnið að því að tryggja reksturinn næsta mánuðinn. Kolaportið á stóran hluti hjörtum margra en nú óvissa framtíð þess. Upplýsingafulltrúi Reykjavíkurborgar segir í svari til fréttastofu að Kolaportinu verði ekki lokað áramótin. Unnið sé að því að tryggja reksturinn allavega út janúar. Hvað gerist svo óráðið. Vandamálið það að það enginn sem gefur nein svör. Ríkið á tollhúsið, borgin leigir það og gerir samning við rekstraraðila Kolaportsins, en hann nú gjaldþrota. Topparnir, eins og við getum kallað það, hafa verið að segja að við getum verið hérna áfram allavega út í janúar og þá kemur í ljós hvort Reykjavíkurborg heldur áfram leigusamningi við fjársýslu ríkiseignir sem á húsið og við vitum ekki hvort að það hefur náð samkomulag þar eða ekki, þannig að við bíðum í örvæntingu til fyrsta á næsta ári. Margir kaupmenn í Kolaportinu hafa verið með bás þar árum saman. Ómar hefur verið í rúman áratug. Og sumir hafa afkomu sína að þessu. Mikið af eldri borgurum, öryrkjum og það bara fer illa með fólk að fá engin svör. Mikil kvíðaspenna hérna og fólk hefur verið farið að pakka niður og maður hefur verið svona frekar í hvatningunni að gefa fólki séns að við fáum að vera lengur. Kolaportið hefur verið starfandi í 35 ár og flutti hingað í tollhúsið við Tryggvagötu árið 1994 og hafa dyrnar verið opnar síðan. Bara við elskum að koma hérna. Líka bara hægt að finna svo mikið hérna og hvað getur nýtt manni. Já. Eins og það ekki hægt að kaupa svona, eins og svona húi bónus eða eitthvað þannig. Hún neitaði mér síðast í kominga. Ég?
Viltu ekki segja þetta svo sjá? Búum í Danmörku og ef við erum að plana að fara til Íslands þá plönum við líka, hvenær komumst við í Kolaportið? Það bara, partur af þessu. Mér hefur alltaf fundist og það eru fleiri sammála mér í því að þetta stærsta félagsmiðstöð í Reykjavík. Þetta meira en nauðsynlegt að þetta sé, meira en nauðsynlegt. Og þetta sem við lifum fyrir, flestir hérna, það er það samfélag, alheimins samfélag. En þetta bara allt í einu eins og sé skrúa fyrir krana. Og bara loka, fara út í janúar eða eitthvað, við vitum ekki neitt. 3 eru slasaðir og 2 saknað eftir að hús hrundi í pólsku borginni Szczecin í morgun. Eldur kviknaði í húsinu klukkan 4 í nótt að staðartíma og skömmu síðar hrundi hluti þess. 2 íbúðir í húsinu skemmdust. 17 íbúum samliggjandi húsa var komið til bjargar. 2 af þeim 3 sem slösuðust var ekið á sjúkrahús. 1 hlaut minniháttar áverka. Nýtt heimsmet var sett í höfninni í Shanghai, stærstu höfn heims á dögunum. Þá var fluttur 50 milljónasti 20 feta gámurinn á árinu höfnina. Gámurinn var fluttur með fjarstýrðum vörubíl í gámaskip. Með þessu var heimsmet slegið en aldrei hafa svo margir gámar farið eina höfn á einu ári. Aðeins 8.000 slíkir gámar voru fluttir höfnina á fyrsta starfsári hennar 1978. En 40 milljóna gámamarkið náðist árið 2017. Höfnin hefur verið svo stærsta í heimi undanfarin 13 ár. 从4000万到5000万呢，经历了整整7年。这7年里面呢，上海港也是持续做好整个港口的基础设施的建设，包括呢，我们也是加强了跟各家船公司的鼎力合作。这几年呢，也是通过吸引更多的船公司呢，把国际中转放到上海港，来支撑整个上海港的业务量的增长。 Myndarlegur borgarísjaki nú í Húnaflóa úti fyrir Blönduósi 4 kílómetra frá landi. Róbert Daniel Jónsson náði þessum myndum af jakanum bæði úr bænum og með dróna sem hann flaug út á flóan klukkan 1 í dag. Hvorki Veðurstofunni né Landhelgisgæslunni hafði verið gert viðvart ísjakan þegar fréttastofa hafði samband á 7. tímanum í dag. Mikið líf var í Bláfjöllum í dag þegar á 4.000 manns rendu sér þar á skíðum, brettum og snjóþotum. Veðrið var með besta móti, ískalt en heiðskýrt og bjart. Þetta bara geggjað, þetta er bara besta í heimi. Hér í Bláfjöllum í dag algjörlega dásamlegt. Það mjög kalt 11 stiga frost en blanka logn og bjart. Og það líka brjálað að gera. Þetta aldeilis dásamlegu dagur. Já, þessi einn af þeim betri í það sem komið Það ansi fjölmennt? Já, við erum núna rétt að við komið og kíkti þá erum við komin í svona 2300. Þannig að við gætum alveg enda 3.500, 4.000. Hvernig færið? Það algjörlega truflað. Það bara þannig. Þetta bara eins og best getur á kostið. Og gleðin var sannarlega ríkjandi í dag og fólk hreinlega gleymdi þeim nístingskulda sem var úti. Hvernig í Bláfjöllum í dag? Mjög gaman, bara rosa gott. En það ekki hræddar við að fara svona hratt? Nei. Hvernig hérna í Bláfjöllum í dag? Bara geggjað. Hvað svona geggjað? Bara brettið og snjórinn. Bara gaman í Bláfjöllum. Og kemur hingað oft? Já, ég reyna að koma svo oft ég get sko. Hvað það skemmtilegast við að skíða? Að fara á stórum brettum og æfa sig. En hvernig búið að vera hjá þér í dag? Gaman. Hvernig í Bláfjöllum í dag? Bara gaman. Bara gaman? Hvað er mest gaman? Að fara niður þess að þarna brekku, einhvers þar. Hvað finnst þér mest gaman við að vera á skíðum? Bara að renna mér hratt niður. Finnst þér gaman að fara hratt? Já. Þetta ekkert smá flott bretti sem þú ert með? Ég veit. Og hvernig búið að vera í Bláfjöllum í dag? Skemmtilegt. Og ferðu hratt? Já, en stundum dett ég. En fallir farar heill og æfingin skapar meistarann. Now
Kalt og bjart í Bláfjöllum í dag en lítum á framhaldið. Nú kalt í veðri hjá okkur og lítil breyting á því næstu daga. Smálægð fyrir norðvestanland, þokast suður og það fer að snjóa frá henni á Vesturlandi í kvöld og nótt. Á morgun verður austlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekúndu, stöku él fyrir norðan og allvíða snjókoma með köflum á sunnanverðu landinu og því vissar að kynna sér fréttir af færð og veðri áður en lagt í ferðalög. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Mo Salah og félagar í Liverpool fóru á kostum þegar toppliðið sótti West Ham heim í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta nú áðan. Nottingham Forest gat með sigur á Everton komist upp í annað sæti deildarinnar. Svo það heimsbikarinn í alpagreinum í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. 7 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Suður Kóreu eftir að 179 fórust í mannskæðasta flugslysi í sögu landsins. 2 flugþjónar sem sátu aftast í vélinni komust lífs af. Íslenskur hjartaskurðlæknir sem hlúði að fórnarlömbum árásarinnar í Magdeburg fyrir rúmri viku segist ekki skilja hvernig svo margir gátu særst. Verst hafi verið hversu mörg börn voru þar á meðal. Kona sem fædd og uppalin í Grindavík segist enn vera að bíða eftir því að fá hið raunverulega áfall eftir hamfarirnar í bænum. Móðir hennar segir að sér líði eins og hún eigi hvergi heima. Hér mikil kvíðaspenna, segir kaupmaður í Kolaportinu. Unnið að því að tryggja reksturinn næsta mánuðinn en svo tekur óvissan við. Kaupmenn segja að það fara illa með fólk að fá ekki svör. Gleðin skein úr andlitum skíðafólks í Bláfjöllum í dag í nær fullkomnum aðstæðum. Það skemmtilegast að fara hratt, sögðu börnin. Og þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo sérstökum kastljósþætti þar sem rifjuð verða upp augnablik úr menningarlífi ársins. Við minnum aftur á loka þáttin á Kveik þetta árið klukkan 7:10. Fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Menningarannál Kastljóssins. Farið verður yfir það helsta sem gerðist í menningarlífinu á árinu sem að líða. Kveikur. Í þessum sérstaka aukaþætti Kveiks stórfjölskyldu frá Grindavík fylgt eftir í rúmt ár. Allt frá rýmingu bæjarins í nóvember 2023